gera bandóðu sjóræningi að barnari. Já, góða kvöldið, góðir áhorfendur og verið hjartalega velkomin með okkur í Bogann. Blíðskapað veður í Bogann við kvöld, logn og 15 stæði hiti. KA tekur mútið Völsunginn eftir nokkra mínútur og við ætlum að sína þann leik þráðbeint. Við ætlum að byrja kannski að renna við byrjunleik KA sem er svo hljóðandi. Í markinu er Sverrir Nækovic. Í vörn KA eru Baldvin Ólafsson hægri bakvörður. Vinstri bakvörður er Darko Bulatovic. Miðverður eru Guðmann Þórisson, Callum Williams og Alexander Trinicic. Á miðjunni eru þeir Arčin Kumu og Almar Ormarsson. Hægri vængur Ásgeir Sigurgeirsson, vinstri vængur Steinþór Freyr Þorsteinsson og Elvar Árni Aðalsteinsson eru upp á topp. Aðeins einn húsvíkingur í byrjunarliði KA á móti Völsung. Færri en vanlega. Tveir fyrirgefið, það sjálfsögðu Elvar og Ásgeir. En mér sýnist KA ætla að spila nýtt kerfi. Kerfi sem þeir eru ekki vanir að spila áður. Þeir eru með 3 miðverði og síðan svo kallaða wingbacks. Eða svona með bakverðina þess herri uppi, þá Baldvin og Darko. Leikurinn hefst til innan skamms, KA spilar í bláu í kvöld. Dómari leiksins í dag er Þóroddur Hjaltalín yngri og aðstofadómari fjær Eðvarð Eðvarsson og aðstofadómari nær er ónafngreindur í bili. Ásgeir, já. Hann er frá Húsavík líka held ég. Hvað sagði? Það verður bara létt yfir okkur hérna í kvöld. KA TV krúið, Sigurleif Sigurðsson lýsir, Pétur Heiðar Kristjánsson lýsir og er tæknivindur og minn allra besti Baldur Halldórsson á myndavélinni. Gaman að sjá ykkur, gaman að vera með ykkur. Leikurinn er það bil að hefjast. Við erum með byrjunarlið gestana hérna líka. Það er svoleiðis. Förum við það eftir augnablik. Þar er í markinu Alexander Gunnar Jónsson, hægri bakvörður Ófeigur Óskar Stefánsson, vinstri bak Sigvaldi Þór Einarsson, miðverðir Freyþór Hrafn Harðarsson og Gunnar Sigurður Jónsteinsson. Á miðjunni eru þeir Guðmundur Óli Steingrímsson, Bjarki Baldvinsson og Bergur Jónmundsson. Hægri vængur Elvar Baldvinsson, vinstri vængur Sæþór Olgeirsson og frammi er Ásgeir Kristjánsson. Og þá er leikurinn hafinn. Það eru húsvíkingar sem byrja með boltann, Guðmundur Óli, Bjarki, þarna. Þeir spila hérna í öftustu línu, húsvíkingar í grænu að venju. Og leikurinn fer rólega á stað. Bjarki og Guðmundur Óli náttúrulega báðir fyrrum leikmenn KA. Hérna er tæpsending frá Alexander í markinu, Ásgeir vinnur boltann á miðinu, setur hann á Archie. Archie finnur Darko út til vinstra megin og Archie á miðinni fær touch frá Bjarka en dettur ekki í Callum með slaka sendingu og Archie en þetta reddast. Alexander Trinicic spilar í miðri vörnina af 3 miðvörðum og við sjáum það strax á KA-liðinu að sjáum hvað Baldur Ólafsson er hátt og Darko hérna vinstra megin mjög hátt líka. Já, Archie og Almar eru djúpir á miðinni og Steinþór Ásgeir á vængjunum. Það verður gaman að sjá hvernig þetta kemur út.
Kallum inn á Steinþór á miðjunni sem er mikinn tíma. Archie fær hann í lappirnar. Almar, Archie, út á Baldvin. Baldvin með fína móttöku. 1 á móti 1 á hægri kantinum. Leitir hann á miðjuna. Baráttum boltan Almar fær hann stingur honum inn á Steinþór en Húsvíkingar fyrir til. Hreinsa frá. En það er beint á Archie. Og Archie á Kallum. KL-ið hátt um vellinu núna. Kallum á Steinþór. Steinþór setur hann inn fyrir á Darko. Darko gríðarlega snöggur. En Eðvarðsson flaggar rangstæðu. Ég ætla að bjóða meðlýsenda minn. Velkomin útsendingur, komdu sæll Pétur. Já, komið sæl öllumur. Gaman að vera með ykkur. Það er frábært hreinlega. Já, hreinlega frábært, sérstaklega með þér Ólafur. Þakka þér fyrir Pétur. Við treystum mikið á þekkingu þín á húsvíska liðinu. Já, það ekki? Jú. Ég verð að viðurkenna, ég hef ekki nógu duglegur að fara á leiki með Völurunum undanfarin ár þrátt að vera eitt af mitt uppáhaldsliðum á Norðurlandinu. Það er Dagur í markinu, bjóðst velveringur á sagt að Ræko væri að byrja. Darko meðan eftirstu línu á KA, Húsvíkingar koma hátt, slög sending sem Bjarki kemst inn í. Og Steinþór á Bjarki í einhverju klafsi. Og Steinþór heldur minna, vel gert til Steinþóri. KA á þennan bolta. Það er athyglisvert að sjá hvernig þetta nýja kerfi kemur út. Já. Steinþór í baráttunni Berg. Smá vandræðagangur hérna á KA-liðinu, Húsvíkingar mjög grimmir. Guðmundur Óli fær hann á miðjunni, setur hann á Bjarka. Archie vinnur þennan bolta, nú koma KA-menn. 3 á móti 3. Steinþór, Elvar og Ásgeir. Strax búinn að vinna mann, kemur erfið sending frá Ella. Steinþór hefði ekki verið öruggari kostur á þarna en Elvar fær hann síðan í lappirnar. Steinþór vildi fá hann aftur frá Ella þarna. Fékk ekki og þetta ver Alexander Gunnar í markinu. Þetta kerfi sem hún spilaði er svipað og Þór Káa er að spila með 3 frammi. Já. 1 vinstra með frammi, 1 hægra með og svo 1 alveg í miðjunni. Akkurat. Þetta er ekki þetta hefðbundna 3-5-2. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig þetta kemur út og jafnvel hvort að þetta verði notað í Akranshöllina á sunnudaginn þegar KA tekur á móti gríðarlega sterku liði FH. Ég trúi ekki orðin að Túfa sé að hugsa það að spila þetta kerfi þar, þess vegna er hann að fá þennan æfingarleik og nota þetta kerfi. Akkurat. Guðmann á Baldvin. Baldvin heldur sinna á. Leitað á alla liði aftur á Aron. Alexander verður ekki með á sunnudaginn gegn FH og hann fekk rautt spjald í síðasta leik og verður í banni. Alexander yfir á Guðmann. Hallgrímur er sem fyrir meiddist í æfingarleik hérna fyrir viku síðan á móti KF. Elmar út á Baldvin. Fín pressa hjá Völsungum. Einn gríðarlega spennandi leikmaður, sérstaklega í þessu Völsungliði Pétur. Já. Atli. Já, það ekki. Já, hann er ekki með í dag. Hann er ekki með í dag. En hann hefur verið að vekja athygli stóru liðina á höfuðborgarsvæðinu og verið valinn í landslið 17 ára. Hann er feikilega efnilegur og hefur byrjað flesta leiki Völsungs í vetur. En eigi veit ég af hverju hann er ekki með í dag. Hann er ekki heldur á bekknum. Völsungarnir að spila með nöft þrínu, KA kemur hátt til að pressa. Ásgeir, já, hættulegur leikur þarna hjá miðverði Völsunga. Skipti yfir, losa pressuna. KA þarf að detta tilbaka. Nú sjá að KA kom með 5 í öftustu línu. Þeir eru gríðarleg hlaup á bakvörðunum okkar, Darko og Baldvin. Hefur búast við allavega í svona kerfi. Bjarki með undarlega sendingu sem að þeir ná að reynda að halda inn á. Með svona kerfi, þú ert með kantmenn fyrir framann vingbækana rauninni, þá verður hlaupin eitthvað minni en þau verða svona aðeins furðulegri út af því að þú veist ekki alveg stundum hver það átt að vera varnarlega. En ég reikna með að Túfa sé búinn að fara vel yfir það á æfingum. Akkurat. Guðmundur Óli með hann, finnur Berg inn á miðjunni. En svo sér núna þá við sjáum nú ekki á skjánum en þeir eru nú bara slétt 5 manna vörn í einni línu. Já. Svo koma Húsvíkingarnir, Guðmundur Óli hótar sendingu inn fyrir. Kemur hérna Bjarka. Bjarki fær Almar í sig. Bjarki snýr.
og Guðmundur Óli inn á. Guðmundur Óli örugglega hundfúll að hvorugur bróðir hans sé með í KA-liðinu í kvöld. Hallgrímur meiddur og Hrannar ekki í. En Guðmundur á einn bróðir á bekknum hjá Völsung. Já, Ólafur. Frábær sending hérna hjá Ella, tilraun til sendingar allavega, það hefur verið skemmtilegt þetta gengið. Archie duglegur vinnur hann af Völsungunum á miðjum vellinum. Ella með sendingun inn fyrir, hún er sennilega löng. Já, þessi fyrir aftur fyrir. Kemur markspyrnan frá Völsungum. Þetta Archie sem fær þennan í lappir eftir smá skallabolta. Setur inn á Steinþór. Steinþór ranns á undan Húsvíkingnum. Kemur fyrir gjöf. Þar Elva sem fær skallafæri og þetta mark 1-0. Glæsilega framkvæmt. Steinþór með mjög góða sendingu. Og beint á pönnuna Elvar Árna sem gerir vel í skallanum. 1-0 fyrir KA eftir 8 mínútna leik, segjum við. Já. Ásgeir skoraði bæði mörk KA-manna gegn Gróttu en það var hinn Húsvíkingur í liðinu sem setti þetta, Elvar Árni. Ásgeir var boðaður í dag á landsliðsæfingu með U21 landsliði Íslands sem fer fram helgina í Reykjavík. Ásgeir verður að standa sig gríðarlega vel og vakja athygli, verðskuldaða. Hér kemur sendingin inn á Guðmund á miðjunni. Myndast þetta smá pláss á milli línana hjá KA eins og við talaðum. En Húsvíkingar hálf örvæntanlega full sendingin fyrir og þetta beint á Aron sem fær enga pressa á sig. Guðmann ber fyrirliða bandi í dag. Alexander og yfir á Callum. Callum og Steinþór. Nú kemur Darko í hlaupið vinstra megin. Og hann opinn, biður hann. Fær hann ekki frá Steinþóri, heldur leitar Steinþór tilbaka á Trínsits. Trínsits út til hægri á Baldvin. Baldvin og Ásgeir kemur síðan í hlaupið sjálfur. Ásgeir fær hann. Vel snúið hjá Baldvin hann og Ásgeir á undan. Baldvin býður sig aftur, Geiri kemur fyrir gjöfuna og þetta innkast, hotspinna. Fer af Sigvalda og aftur fyrir. Þá það Darko sem kemur til að taka þessa spyrnu. Það var gaman að sjá hvernig Darko Pluma setur annan leikur hans fyrir KA. Spilaði síðustu viðkomandi KF sem kannski erfitt að meta út frá þeim leik. Hér kemur spyrnan, hún á fjarstöngina, hausinn Elvar Árna sem skallar hann, en þetta gripið. Vel gert sér Ella ná skallar á markið, en hann var einfaldlega ekki nógu fastur. Alexander ekki miklu vandræðum með þetta í markinu. En marktilraunin var þetta. Guðmundur Óli. Yfir á Sigvalda. Sigvaldi hérna niður á miðvörðun aftur sem finnur Guðmund Óla. Guðmundur Óli dreifur sér djúpt niður til að fá boltan. Kemur síðan sendingurinn þetta fram og þetta Baldvin sem vinnur þennan skallabolta. Baldvin leikur nú tvöföldu hlutverki, hann núna vinstri bakvörður meðan Darko var ekki kominn aftur tilbaka eftir hotspinnuna og réttu megin en það er langt að hlaupa. Almar, misskilningur milli hans og Archie, en sending frá Völsungunum ekki góð og þetta fær Aron í lappirnar og tekur hann upp. Alltaf stórt svæði núna milli leikmanna, varnarlínan og sóknarlínan. Það erfitt að finna sendingar í þessu. Já, við föllum alltaf langt tilbaka á marga leikmenn. Guðmann, Alexander, það þarf að vörðin að koma herra. Callum reynir að potta um miðjuna en þetta bara hreinlega ekki gott.
Nú komaði 2 á 2. Bergur. Finnur Ásgeir og Bjarka. Bjarki inn fyrir aftur á Berg. Þetta er vel spilað. Bergur setur hann í Kallum. Vill ekki fá hornið. Heldur hann inn á. Ófeigur, Bjarka. Bjarki reynir að platta þarna en misti boltann langt frá sér og markspyrna frá marki Káa. Kallum með aðra feilsendingu sína hérna í byrjun leiks. Já, reynda tróðan hann ekki lítið svæði á miðjunni. En eins og Pétur sagði réttilega það er töluvert mikið svæði þarna á milli lítið auðveldur sendingum allavega í boði. Já, það eru miðmenn að falla of djúpt og kantmenn, eða sérstu vingbekkarnir eru líka djúpir. Baldvin missir hann hana. Bjarki, Guðmundur tekur að rás með boltan. Leittar sendingun inn fyrir en þetta kost Almar fyrir. Þannig var Elvar, sýndist mér, Elvar Baldvinsson. Týndur bolti. Doktorinn ekki ánægður með það. Þetta fer aftur fyrir Bjartsýnistilraun. Völsungarnir leyfa okkur ekki að spila út. Aron. Langur frá Aroni. Þetta er upp í sjálfséð hjá Aroni. Styrkur fyrir Völsungarna fór Guðmund Óla aftur í grænt. Spilaði með Þór síðan sumar. Guðmundur. Almar í baráttunni Bjarka. Bergur. Kloppar hann Archie, en Archie verður að brjóta. Já. Það var rétt á Þóróti. Kemst ekki upp með að kloppa Archie og klappa fram hjá hann síðan. Kemur löng sending yfir á fjær, kassar hann inn fyrir. Skemmtilega gert hjá Elvari þarna, kassar hann inn fyrir, reyndi að finna Ásgeir. Sæþór fyrirgefðu. Darko með hann, vinstra megin. Langur bolti upp á Steinþór. Steinþór undan vel gert hjá honum. Og Elvar fær inn í lappir, Elvar með mikið pláss núna. Nú fær Steinþór úti, hann er með Darko með sér, skilur hann eftir fyrir Darko. Darko tilbaka á Archie. Archie sennilega hérna yfir á Guðmann, færa boltan á milli kanta Káamenn. Guðmann út á Baldvin. Baldvin 1 gegn 1, kemur fyrirgjöf, góð fyrirgjöf og þetta er skalli. Flottur bolti hjá Bassa. Mjög góð fyrirgjöf Baldvin, Elvar náði skallanum en ekki á markið. Guðmundur Óli aftur og sækir hann. Ásgeir kemur þá í pressuna á hann. Ekki vissum að þetta sé eitthvað sem að Túfa vilji mikið að Völsungarnir spila út. Steinþór á Guðmann. Guðmann fær pressu þannig að hann setja fram. Það er Elvar í kapphlaupinu. Vel gert hjá Freyþóri. Það er aðdáunarvert að Völsungur hefur spilað alla sína æfingaleiki og alveg eins og ætla að spila næsta sumar. Þeir eru ekkert að spila einhvern veginn öðru sig eftir hver aðstæðingun er. Nei. Þeir spila út frá marki á móti okkur. Jóhann Kristinsson, fyrrum þjálfari Þór Káa, er nýr þjálfari Völsunga. Já, Jóhann Kristinn Gunnarsson. Jóhann Kristinn Gunnarsson afsakið. Eftir að hafa gert frábært mót með Þór Káa þá er hann kominn aftur á víkina. Það var hann þreyttur á að keyra á milli. Ég er alveg viss um það. Það eru margir sammálunum fallandi Húsavík. Já, og Húsvíkingar að gera þetta vel með leikmannhóp fullan af þingingum. Yes. Það er engin eitthvað annað. Sigvaldi á Bjarka. Bjarki aftur á Gunnar. Gunnar á Guðmund. Bjarki aftur. Gunnar. Aftur á Alexander í markinu. Elvar í pressunni. Með slaka spyrnun Alexander. Archie vinnur hann á Elvar sem getur skotið. Ákveður að senda hann inn fyrir að geyra. Og þetta er frábær markvarsla hjá Alexander. Það ekki. Sýndist það frábær, já. Frábær markvarsla.
Geiri í þröngu skotfæri og komið sá ramman eins og við sjáum hér. Já, hann ver þetta hotspinna sem Steinþór Freyr Þorsteinsson ætlar að taka fyrir KM. Steinþór Freyr gerir sér klárinn að taka hotnið. Hann kemur hér. Það er á fjárstöngin aftur. Það er Elvar í kallabaráttunni enn og aftur og Callum fyrir fram markið en náði ekki að koma að löpa á bolta. Og Alexander gripur inn í hárréttum tíma. En leiðir stuður í loftinu í dag. Já. Komu 3 ef ekki 4 á skalla. Já. En það er hann á bleiku skýruna, Newcastle að tryggja að fara á toppinn í gær aftur. Frábær sigur hjá Newcastle í gær. Við erum sáttum með að vera konur á toppinn. Og Völsungandi spila hérna vel á milli sín. Halda boltanum vel. Spurning hver hugsunin sé hjá Tufa með þessu kerfi, hvort þetta sé kerfi sem hentar okkur að liggja tilbaka og sækja hratt eða hvort við viljum nota þetta til að dóminera leikina. Ef að þetta kerfi hugsað sem kostur á sunnudaginn á móti FH þá er Völsungur frábær mótherji út í að þeir halda boltanum vel og spila mjög líkt á FH gerir held ég. Og við þurfum að loka svæðum. Þetta er flott æfing fyrir okkur. Bjarki inn fyrir, það er kapplaup. Callum til varnar, kemur fyrirgjöfin. Ásgeir með flottan bolta fyrir. Lendir hjá Elvari. En fín vörn hjá KA eða hvað? Nei. Þetta er 1-1 markið. Vel spila hjá Húsvíkingum. KA menn gleymdi sér hérna klárlega í vörninni en virkilega vel gert. Sjá hvernig Elvar tekur á móti honum. Vinnur Bassa í tækli hvernig að pota honum á Sæþór og Sæþór bara klínar honum upp í samskiptin. Óverjandi. 1-1 eftir 80 mínútur. Artjó Guðmann. Guðmann reynir að stýra vörninni hana. Almar inn fyrir á Baldvin. Baldvin á Elvar. Baldvin reynir að koma sér í fyrirgjafstöðu. Leikur sér með boltan. Finnur síðan Guðmann út. Guðmann ekki með góða sendingu og þetta er síðan inn fyrir hjá Völurunum. Og þarna sýnist mér Alexander tókn aftan í læri. Já, hann grípur læri á sér. Og Húsvíkingarnir ætla að reyna að nýta sér fálið að vörn KA en þessi sending ekki nógu öflug og Þóroddur stoppa hérna leikinn. Þetta er hrein og klár skipting sýnist mér og Bjarni Aðalsteinsson og gerir sér líklegan og Hrannar Björn. Já, planið var að Alexander myndi spila allan leikinn. Já, þar sem hann spilar ekki á sunnudaginn sem við sögðum á hann. Þetta er ekki góður stað til að tókna á, getur þótt verið. Þannig að nált miðinni? Já, svona. Þessi aftan í læri, stóru vöðvi, lengi hérna svo oft. Þú meina það er rétt hjá þér. En það er svo sem rétt hjá þér líka, Petti. Og það eru margir verið staðar á vellinum til að tókna, en nálægt varamannabekknum. Já. Helgi Steinar og Þóroddur hjálpar honum á fætur og hann er leiddur út. Þetta er góður staður fyrir Helga. Já, stutt laug fyrir hann. Hann væntanlega spilar ekki meira. Ólíklegt að vera teknir einhverju séns með þetta. Planið var að Bjarni og Ívar hefðu komið í vörnina í seinni hálfleik með Alexander, þannig að annað þeirra hlýtur að vera að gera sig kláran. Bjarni sýnist mér. Og þá fekk Guðmann líklega í miðja vörn. Bjarni hægra megin og Callum vinstra megin. Og við erum komin í gang aftur. Og það er Bjarni sem kemur hérna í vörðina í staði fyrir Alexander. Guðmann færist í miðja vörðina.
Bjarni kominn inn á. Það er rétt að láta áhorfendur vita því að leikklukkan okkar stoppar ósjálfrátt í 30. Við núllstillum og byrjum bara nýtt, þannig að þegar klukkan slær 15 á eftir, mjög líklegt að verði kominn tíma hálfleik. Callum inn á Elvar og Elvar leitar á Darko í hlaupinu. Darko í miklu kapphlaupi þarna og Húsvíkingurinn á undan og kemur honum út. Þetta var Sigvaldi. Tæknimaður tekur þessi klukkumál alfarið á sig. Hann er með handboltasystemið í gangi. Hann verður lagað þetta í seinni hálfleik. Þökkum tæknimanninn samt fyrir góða vinnu. Já, hann er frábær. Darko með innkastið á Elvar. Elvar út á Darko. Darko reynir að koma í fyrirgjafastöðu. Og hann kemur honum út á Archie. Og Archie yfir á Bjarna. Nýkominn inn á. Spurning hvort það sé heitur ennþá eftir uppbytun. Bjarni með sendingu á Ásgeir. Fær mann í baki, ekki dæmt. Sennilega hárrétt að Þóruð að dæmi ekki. Almar og Ásgeir áfram í baráttunni. Ásgeir hættir náttúrulega aldrei. Við kemur pressan á markmann. Alexander þarf að spyrna hann langt fram. Það er Callum Kongur í ríki sínu eða hvað. Já, fær mannreitar í baki núna. Það er Elvar. Baráttunni við Bjarka. Elvar hefur betur. Finnur Almar í lappir. Almar út á Callum. Og Darko reyndi að finna Steinþór í stungusendingunni. Archie neðan á miðjunni, nóg tími, finnur Baldvin hægra megin. Baldvin er ekki neinum miklu plási. Baldvin kemur honum Almar. Almar snýr. Leitar sendingu um vinstri fæti, inn á Steinþór sem við tíma, Steinþór tekur hann niður og fyrir á Almar og þetta er mark. Þetta mark verður nú að skrá Almar þó hann hafi haft viðkomi í varnarmanni og sennilega jafnvel var til þess að fípa markmanninn. Já, frábær sending í Almar þarna á Steinþór. Já, klárlega og Steinþór þakkaði honum traustið og gaf hann tilbaka. Mjög skemmtilega gert. Sjáum hérna sendingun aftur, Steinþór tekur á móti honum vel og Almar skýtur á marki. Já. Alexander, spurning hvort Alexander hefði verið með þennan hefði hann ekki farið í varnarmanninn. Við fáum aldrei að vita það, við skulum lofa ykkur því. Tvö-eitt fyrir KA. 23 mínútur rúmlega liðnar að leiknum. Almar að koma tilbaka eftir, 2-3 vikur frá vegna bakmeiðsla. Já, gott að fá hann aftur. Hér er Ásgeir gríðarlega duglegur að hlaupa tilbaka. Almar kemur í pressun á Berg. Bergur þarf að senda alveg aftur í öftustu línu. Guðmundur Óli. Guðmundur Óli sennilega komið flest touch Völsungsliðsins á boltann í leiknum. Skemmtilega spilaði á Völsungun hana. Bjarki reynir að finna pláss upp miðjuna. Hann er með Steinþór í kapphlaupinu eftir sér. Og aftur og öftustu línu, Steinþór á löngum spretti hérna eftir boltanum. Elvar kemur í pressuna núna. Nú þarf að koma langur bolti frá miðverjunum. Og hérna var bakreinding. Já, Guðmann fekk þetta. Aukaspyrna sem KA á. Callum fær hann í lappir. Aron býður sig aftur. Aron með nógan tíma, engin press á honum. Kannski sé betur fyrir með þetta touch. Og Aron á Callum. Darko býður sig hérna. Og Steinþór á miðjunni. Darko til vinstra megin. Darko aftur á Callum. Callum með langan upp á Ella. Elli fær mann í bakinn, snýr gríðarlega vel á hann. Hann sé Baldvin hann að hægra megin á miklu spretti. Baldvin fær hann skoppandi. Tekur hann vel niður, kemur fyrirgjöfun inn á Ásgeir. En Ásgeir nær ekki til boltans. Góð hugsun og tilraun hjá Baldvin. Geiri sentimetrum frá því að geta potað tánn í hann. Völsungarnir fljóti með henni í leik aftur og Guðmundur Óli. Já, við verðum að gera meira af þessu, meira tempo á boltan þegar við erum að spila upp. Slökk sendingu vörn Völsunga. Þetta er Baldvin. Slaka sendingu Archie en hann er heppinn að Archie og fær hann aftur. Elvar aftur á Archie. Spurning hvað Archie gerir, hann skiptur yfir á Baldvin. Nú er Baldvin með Ásgeir með sér. Baldvin á Almar. Almar með erfiða sendingu inn á Geira. Geiri nær að halda honum inn á. Nei. Sett hann ekki beint upp í loftið, átti ekki að vera innkast. Sem boltinn hefur kannski verið fram aftur fyrir. Spurning hvort að Eðvar hefði dæmt svo að, já, mér sýnist það, að með markspyrnu sé að ræða. Staðan sé fyrir 2-1 fyrir KA. Elvar Árni Aðalsteinsson og Almar Ormarsson með mörk KA liðsins.
Helgi Sæþór Olgeirsson sem skoraði mark Völarana. Þetta að halda því til haga. Hér kemur Alexander, hann virðist ekki alveg nógu traustur í spyrnunum því að Káa vinnur þennan, stutt spyrna. Ásgeir sendur á Baldvin. Baldvin stendur á sér tæklinguna, missir hann síðan frá sér og brýtur síðan og þetta gult spjald í venjulegum leik allavega, ekki kannski æfingarleik. Bergur fær Ásgeir í pressu. Káa leyfir Völsungum að spila hérna svona langleiðin upp á miðju og kemur Guðmundur Óli, setur hann í Elvar Árna og innkast. Þetta innkast kemur Freyþór til að taka. Nei, Sigvaldi. Ófeigur hérna hægri bakvörður. Ófeigur, Sigvaldi vinstra megin. Þetta að koma. Þetta að koma. Kemur Bergur og býður sig. Það hann ekki, heldur kemur langur. Almar skallaði þennan upp í loftið og svo Callum í baráttunni. Í baráttunni við Sæþór og vann þennan. Guðmann á Bjarna Aðalsteins. Bjarni að spila svona, ef við leyfum mér að segja, tiltölulega nýja stöðu. Hann er svona meiri miðjumaður en Bjarni. En þú fæði vera að nota hann hans í miðverðunum. Heiðal efnilegur strákur, fæddur 99. Darko fær innkastið, tekur hann strax á Steinþór. Steinþór fær strax press í bakið. Steinþór ennþá með hann, leitar að samherja, finnur Darko út til vinstra megin. Darko inn á Steinþór, Steinþór, óöpinn, rennur síðan til hana. Og markspyrnan frá marki Völsunga. Ég er ánægður með að sjá Bjarna á sénsinn í miðveri. Við erum ekki með marga miðveri. Nei. Eftir að Davíð Rúnar meiddist. Akkurat. Þegar þú ætlar að spila með 3 í hverjum leik, þá er eins gott að hafa úrval af þeim. Freyþór að bjarga. Við eigum Alexander og Archie sem geta alltaf dottið niður og Ívar getur nú að leysa stöðu líka. Klárlega. Hér kemur langur bolti fram á Elvar. Elvar í baráttunni við Bjarna og kemur Baldvin í harðarsprett í hjálpina. Og Káa vinnur þennan bolti eða hvað? Nei. Völsungar halda honum stundarsakir. Baldvin gerir vel að halda honum inn á. Og Bjarni losar hann fram. Elvar flikkar honum á Geiri, nú kemur Geiri með Guðmund Óli í bakkinu. Og fær brotið. Skynsamlega brotið. Já, mjög skynsamlega því að Guðmundi Óla að brjóta. Gunni sig ekki átt mikið séns í Geira á frettinum. Hér kemur Ásgeir með fyrir gjöf og þetta er á pönnuna á Ella eða hvað? Nei, á Steinþóri sem að fekk hann óvænt þarna í pönnuna. Archie, baráttunni við Bjarka, gerir skemmtilega fær 2 í sig, Bergur reyndi líka að koma hana. Þannig að það losnaði Steinþór hérna vinstra megin. Steinþór sækir í átt að marki og mundar skotfótinn og hér kemur skotið. Og þetta er vel varið hjá Alexander, slóður út um teginn og Völsungarnir hreinsa í innkast. Skemmtilegt tilþrifi hjá Steinþóri. Engin spurning. Fekk hérna meiri tíma en hann bjóst við jafnvel sjálfur. Já, hann átti ekki vonað að þessi gafning myndi svínvirka svona. Svínvirkaði. Baldvin með innkastið á Geira. Geiri á Baldvin aftur. Bjarni með úti og það er líka Almar. Almar inn á Geira. Völsungarnir vildi meina að Geiri kæmi úr rangstöðunni en ekki dæmt. Guðmann á vinnu skallaboltann með Sæþór. Og Almar í baráttunni Bjarka. Almar gerir vel. Archie, Steinþór nú er Darko opinn hérna vinstra megin, Steinþór sér hann ekki. Almar liggur, heldur bakið eða rófubeinin, spurning hvort það hafi. Já, það gæti verið bakmeiklun að taka sér aftur. Gjöf, en Ásgeir náði ekki til hans, vildur að menn hefði ríkt í baki á hann, en Baldvin heldur þessum bolt inn á og gerir það eiginlega bara glæsilega. En missir hann síðan út af, markspyrna. Eðvarsson vissi sín sök. Segðu mér eitt, Sigur Óli. Ásgeir, er hann að vera að spila á sunnudaginn? Já, ég get hreinlega bara nánast staðfest að Ásgeir spila á sunnudaginn. Hann hefði bara landsliðsæfingu hjá honum á laugardaginn. Hann er bara að koma til með að hitta liðið upp á Skaga á sunnudaginn. Já, það er bara ein æfing. Það er bara ein æfing. Það eru góða fréttir. Hann fer flýgur suður á laugardagsmorgni á æfingu og hittir síðan liðið upp á Skaga á sunnudaginum. Bjarki fær hann að miðinu, Guðmundur Óli svona nánast búinn að spila hans í 3. miðvörður hjá Völsungunum, svona sókndjarfi miðvörður kannski. Já, það má alveg segja sér svoleiðis, hann kemur mikið á milli þeirra og ber upp boltann.
Sigvaldi, Bjarki. Bjarki mikilli baráttu, Almar hefur ófróða baráttuna, en þetta flott stungusending, Guðmann á undan Sæþór eða hvað, nei, Sæþór nær boltanum, gegn Guðmanni, Guðmann var að passa að brjóta ekki, Darko kemur í hjálpina og síðan kemur fyrirgjöf Völsungum og þetta Völsungandi sem skallaði en ekki átt að marki og K.A. innkast. Baldvin einhverju vandræðum með að koma boltanum í leik. Völsungandi pressa hátt, finnur Steinþór sem skallar aftur á Guðmann og Guðmann leyfir honum að fara á Aron sem á að taka með höndum, velur að gera það ekki og senda hann út á Bjarna. Bjarni Aðarsteinsson meðan Guðmann og Callum á Archie yfir á Bjarna. Guðmann með langan bolt upp í hornið á Darko, flottur bolti á Guðmann, Darko steindir upp bara með löpunum og á Steinþór snýr í áttamarki. Steinþór á Almar, fær á sig pressu frá Berg, vinnur hann reyndar aftur og Steinþór inn á Darko í þröngu færi, gefur hann út í teginn. Engin K.A. sem náði að koma tánni í þennan, en það er Baldvin. Baldvin skorar náttúrulega bara flott mörk. Já, hann skorar ekki ljót mörk, þannig að þetta hefði alveg getað verið inni. Þetta var líklegt. Já, með vinstri fæti, fast skot yfir. Kemur Alexander með markspyrnuna, þetta er bara beint á Darko og engan annan. Darko setur hann strax á Steinþór. Alexander er í vandræðum með spyrnuna, Pétur. Já, en það er hann að byrja aftur í marki eftir einhverja 10 ára fjarveru. Já. Kallaður Gómez. Ægilega líkur Hjúrál á Gómez, markmanni Watford. Fyrrum markmanni Tottenham. Guðmundur Óli meðan það er enga pressu frá K.A.-mönnum á þessum hluta vallarins. Sem er langur boltinn, Bjarni skallar hann út á Baldvin. Ég get nánast staðfest að Baldvin hefur búinn að hlaupa meir en flestir í þessum leik. Bjarni aftur á Aron, þá verður Callum ofnenda vinstra megin til að fá hann. Aron fær á sig pressu frá Sæþóri, losar hann fram og það er Baldvin. Og Almar, nú er Darko hérna galopið vinstra megin en K.A.-menn ná ekki að koma honum á Darko. Missa hann, Bjarki reynir að finna Berg, gengur ekki. Archie eftir á Aron. Aron út á Bjarna. Bjarni meðan setur hann í lappirnar á Elvari sem er náttúrulega með mann í bakkinu svo alltaf. Elvar út á Callum. Nú spurning hvernig við leysum þetta vinstra megin. Callum kominn með slaka sendingu, Rattergi og Darko. Innkast sem Völsungar eiga. Ófegur ætlar að taka það. 34 mínútur búin á leiknum, staðan 2-1. Almar. Darko kallar eftir boltanum, fær hann hérna frá Almari. Flott móttaka hjá Darko. Inn á Elvar. Elvar fær 2 í bakið, hvað gerir hann? Gegn 2, finnur Steinþór út. Steinþór gegn Bjarka. Steinþór inn á Almar, frábær sending á Steinþór og Almar með skot sem fer aftur í varnarmann og þetta grípur Alexander í markinu. Spurning hvort þessi ykkur taktík sem Almar ætlar að fara að beita meira. Skjóta í mann og inn. Skjóta varnarmenn, nota varnarmennina. Ég heilt vitlausar hugmyndir. Já, það er fínasta hugmynd. Almar er hugsaður mikill. Já. Gamall nefandi X-Backsins í mennskólanum. Jájó. Glóruleg sending hjá Gunnari og þetta er bjartsýnist tilraun ársins hjá Ella kannski. Já. Freyþór með skellulega sendingu þarna. Já. Eljóna sem er resa. Gott að hafa þið Petti svona með mig til að leiðrétta þér að fara með kolvitlaust nöfn. En mér til varnaði þá var ekkert opinbert teamsheet fyrir leikinn. Þetta er einungis hugmyndaflugi hjá þér. Hugmyndaflugi og ásamt er þetta þinni vinnu í að búa til teamsheet. Já, ég fekk byrjanlið uppgefið hjá Jóa þjálfara. Þakka honum kærlega fyrir þær upplýsingar. Já, en gleymdir hins vegar að fá númerinn og kannski manst það næst. Já, ég nefndi ekki að vera angrað það mikið. Nei. Bjarki fær hann stutt aukaspyrnu frá Guðmund Óla.
Ekki líklegast, það enginn með fyrirliða bandið eða hvað hjá Völsungum. Ekki líklegast að það verði Bjarki í sumar. Það enginn sem ber það band en hefur Bjarki ekki verið að gera það í fyrra og í vetur. Held það. Spurning hvort að Guðmundur Óli gerir eitthvað tilkall til bandsins eftir að hann snýra heim aftur. En þeir tveir náttúrulega mestu mátar uppeldinsbræður og vinnir. Hér er Bergur og Bjarki. Bjarki skemmtilegu leikmaður. Reynir hann 1-2 við Sæþór. Gekk ekki, Archie inn á Elvar á miðjunni, stekkur hann með sér, Elvar með Guðmund Óli í sér. Guðmund Óli hefur betur í þessari baráttu. Setur hann síðan út á vinstri bakvörðinn, Sigvalda. Sigvaldi með stungusendingu inn á Sæþór, það er hann gegn tveimur. Guðmann reynir að halda honum í leik og inn á Bjarni, þessi farinn út af. Innkast með Völsungar eiga djúpt á vallarhelmingi KA. Mínum áhorfendur á að klukkan stoppaði sjálfkrafa við 30, þannig að það er komin 36 mínútur. Staðan 2-1 fyrir KA. Steinþór fær hann hérna kast frá Aroni. Nú spilum við KA reyna að koma hratt en Völsungar eru margir tilbaka. Steinþór heldur áfram. Enginn kemur í hann. Spurning hvað Steinþór gerir. Reynir að finna Darko vinstra megin. Darko gerir hvað? Næra halda honum inn á. Já. Darko gerði vel þarna og fekk síðan innkastið. Kemur langur, inn á Elvar, langt innkastið Darko. Leinum upp. Almar og Ásgeir og Bassi með vinstri. Og hvað sagði ég? Það gekk ekki á þann, ég ætla bara að klappa fyrir Bassavinum mínum, útibússtjóranum. Þvílíkt mark. Sem maður er ekki eðlur. Hann er ekki eðlur, hann skora bara falleg mörk. Nú fáum við þetta endur hérna, innkastið langt frá Darko. Og það er smá skallatennis, Ásgeir skallar hann síðan. Og Baldvin volleyar með vinstri og þetta er gott sem óverandi fyrir Alexander í markinu. Er þetta ekki bara mark ásins? Puskas. Þetta er betur en Díaz með markið í gær. Sendum inn vídeo á þessu í kvöld. Puskas velunin, early Puskas. Ég held að það, eins rétt eftir að Bassi þá er hann ótrúlega lunginn með vinstri. Já. Það eru staðan orðin 3-1. Og hér er Almar á fullri ferð. Almar leit þar að Steinþór hlaupinu en reyndi að þræða hann þarna í gegnum lítið svæði og Völsungarnir komast á milli. Bjarki út til vinstri á Berg. Bergur á Elvar. Elvar finnur ekki samherja heldur Guðmann. Og nú er Archie og Elvar með mikinn tíma. Spilum hvort að Archie kom með hann þá Darko hérna, já. Steinþór reyndar fyrst. Steinþór með flotta sendingun á Darko. Darko með töluverðan tíma. Skiptir yfir á hægri. Og aftur yfir á vinstri. Nei, tapar boltanum. Guðmundur Óli vinnur hann hana. Góð vinstlægi Guðmundi. Steinþór hins vegar tekur næsta bolta. Setur hún til Archie. KM fá töluverðan tíma á miðsvæðinu oft með boltan. Það komið smá þreytti í Völsunguna en til að hafa verið í miklu vinslu. Hér er Bjarni og Baldvin með fyrirgjöf. Flottu bolti á Bassa en Freyþór gerir vel. Það sker náðu ekki til hans og þeir halda honum inn á. Þannig að Bassi setur fulla pressu á þá. Bjarni aðast eins og undan eða hvað, nei, þessi endar á Guðmundi. Nú er hann Guðmundi með langan bolta hérna fram. Ásgeir. 1 gegn 1. Og Kallu með flotta vörn. Gerir vel og finnur hann síðan Almar í lappir. Og voru 2 gegn 2 með hann sér lengi þarna. Almar inn á Steinþór sem er rangstæður. Menn ekki alveg sáttir við þetta flagg hjá Edda en við getum svo sem lítið sagt á þessu sjónarhorni sem við erum í. Já, þetta Fannst kannski frekar eins og Ásgeir hefði verið rangstæður. Erfitt að segja. Þetta leit út til að vera alveg á mörkunum. Já, langur bolti hérna. KA með innkasti, Guðmann með henni í miðri vörninni. Guðmann yfir á Kallum. Kallum með tíma. Darko og Steinþór. Steinþór á Kallum. Kallum á Archie og Archie á Guðmann. Nú skiptum við kant.
Langur bolti frá Guðmanni á Baldvin. Baldvin heldur honum vel inn á, meðan á hægri kemur honum inn á Elvar. Elvar reynir hælsendingu. Fær hornspyrnu, fór í Völsungu út af. Elvar finnst ekki vel að nota hælinn. Nei. Oft kallað Mihailovic. Þessi var mjög skemmtilegur. Takk. Hornið skal vera tekið réttu megin. Það Darko sem fer á vettvang. Það það bil 4 mínútur til leikhlés. Ég er ekki vissum að Þóroddur bæti miklu við. Hér kemur hann inn á markið og þetta skallað yfir af Freyþóri. Og Alexander liggur og grípur og stendur. Nettandi í smá samstöðu. Darko með aðra spyrnu. Ég mjög hrifinn af með við hæðina sem KA-liðið býr yfir að fá spyrnunar hann inn á markteginn. Og Alexander í smá vandræðum, en þetta út á Steinþór. Steinþór með skoten. Það rétt framhjá. Fín tilraun. Steinþór náði ekki að koma þess að markið. Þá myndi að sjálfsögðu hérna í þráðbeinni endursýningu. Spyrnan aftur á markið. Alexander slæðir hann frá. Boltið berst til Steinþórs. Það mátti ekki miklu muna hana. Darko vinnur hérna boltan strax og þeir komaði 2 á 1 vinstra megin. Steinþór inn á miðju, finnur Archie. Archie á Steinþór. Steinþór inn á Almar, Almar mikið svæði, spurning hvort hann mundi skotfótinn. Hann gerir það. Já, í varnarmann. Bjarni yfir á Archie. Archie út á Darko, Darko eitt gegn einum með Steinþór með sér. Setur hann inn á Steinþór. Steinþór, Archie kemur í skemmtileg hlaup hana. Steinþór fær mann í pressu. Sem á Darko yfir á Bjarna. Nú voru að skipta kant, vera snöggir að færa liði. Bjarni finnur Ásgeir. Ásgeir á Almar. Almar inn á Elvar. Ásgeir í skemmtilegu hlaupi þarna. Og vantar meina á teginn hjá KA. Hotspyrna. Frábært spil. Já, mjög skemmtilegt. Ásgeir nýtir alla sína styrkleika í þessu og Elvar náttúrulega mjög góður að koma boltanum í. Koma djúpt og finna svo stungurnar fyrir. Já. Eini gallinn með þetta er að Elvar var svo ekki mættur inn teik. Akkurat. Og fáum við hotspyrnu frá Darko. Darko 26 ára gamall, 27 ára gamall svartfellingur. Var að spila í serbnesku úrvalsdeildinni í síðusta vetur. Kemur sendingin, hún ágæt svona fyrst hún komst inn í teginn. Hún ekki fikk háa dóma þegar hann stótti fyrsta varnarmanni. Guðmundur Óli með þreytumerki hreinsun einhvern veginn. Beint út af og KA vinnur þennan og þá koma allir tilbaka aftur varnarmenninni 3. Og Baldvin með innkastið, langan á Ásgeir eða Elvar og Ásgeir skallar hann fyrir sjálfan sig. Og Elvar kemur sér inn í pressuna en Völsungarnir komur sér en ekki lengra en á Baldvin. Nú Baldvin í fyrirgjástuð, það vantar kannski fleiri inn á teginn á KA. Baldvin gríðarlega mikill í vinnslu og Eðvar flautar, flaggar. Baldvin er mjög ósáttur við að hann sé að missa lyftingaræfingu núna, þannig að hann ætlar að taka það út hérna í hlaupum og vinnusemi. Já, spurðu hvort hann takir okkar skots í hálfleik. Ef ekki þá gerir hann allavega þegar hann er komin upp í KA heimili aftur eftir. Já. Nú fer Þóroddur líklega að hugsa sér til hálfleiks. Kemur sendingin löng fram. Bjarni í loftið, aðeins og seinn, en þessi rekkur til Baldvins. Það ætti að halda að Baldvin væri fleiri en einni stöðu á vellinum, hann er búinn að vera gríðarlega vinnusamur. Baldvin á Bjarna, Bjarni í smá vandræðum, fær brotið, nei, stendur þetta af sér. Baldvin og inn á Archie, nú er Archie með tíma, nú geta KA komið 4 á 4. Steinþór. Kemur Almar í hlaupinu hægra megin, Steinþór sá það ekki. Þarna, Steinþór gæti ekki komið boltanum á samherja, komið margir í pressuna á hann. Darko með vinstra megin og Steinþór í enn eitt svona hlaupið. Nú þá Steinþór komið góða fyrirgjöf og KA með fjölmenn á boxið. Steinþór reynir að fara fram með Bjarka. Það er aukaspyrnu. Bjarki ósáttur. Það var skemmtilega gert. Flestir bjuggust í fyrirgjöfinni. Það KA menn eiga hotspyrnu á aukaspyrnu á endalínunni við vítateig Völsunga. Reiknum með þessi aukaspyrnu á búið. Já. Svo sem all okkar stóru menn inn á boxið. Steinþór þarf að taka hana sjálfur. Og hérna kemur Guðmann. Þetta Arnár, Guðmann held ég bara að gera betur. Já, þú heldur það?
Já, ég held það, en hann svona lendi í einhverjum árekstri, hann sýndist mér þetta bara við Ásgeir. Ef hann hefði sett þetta einhverstað nálægt markinu þá hefði kannski sett eitthvað í þetta. Já, fáum að sjá þetta í þráðbeinni endursýningu. Kemur endursýningin hér, það er lítið að gerast hérna á vellinum hins vegar. Sjá Guðmann hann í smá árekstri og... Þetta er ævintýralegt. Já. Það verður bara að segjast. Hér kemur langur bolti fram á Darko. Darko reynir að skallar inn fyrir á Steinþór, en Freyþór kemst á milli. Og svo er það Ásgeir sem kloppa Callum, þetta er annar kloppir hérna sem við sjáum beint fyrir framan okkur, en Elli duglegur tilbaka. Finnur Steinþór í lappir. Og Steinþór færir á sig mann, finnur Darko og Steinþór aftur í hlaupið, Darko reynir, finna sendingu og þá er hlaupið til leikhlés. Gert með miklu tilþrifum og Þóroddur Hjaltalín. Við ætlum að taka okkur okkar klassísku kaffipásu. Já, og regnum með að koma með seinni hálfleikinn innan skamms með gjörbreytt lið gámanna. Já, og ólíklegt að hálfleikurinn verði langur þar sem æfingaleikar er að ræða og mjög líklegt að hann verði svona 8 mínútur. Ekki segja það max. 8 mínútur max í bili.
gerast eitthvað öllum öðrum leikir sem gangi núna. Allir aðrir leikir sem gangi núna, 1-1 í Real og 4 mörk í Manchester City. 3-1. Lentu undir. Þau fara eitthvað rosalega hérna á hann. Já, við erum konur aftur með síðari hálfleikinn. Við ætlum að uppræða ykkur byrjunarlið KA í síðari hálfleik hér með. Við höfum Archie í miðverði með Ívari og Bjarna Alstinsinni, Ólafur Aron Pétursson og Bjarki Þór Viðarsson á miðjunni, Hrannar Björn í hægri wingback og Tekkim í fyrirliðabandinu, Darko Búlatóvits áfram í vinstri bakverði, Kristófer Páll Viðarsson, Áki Sölvason og Daniel Hafsteinsson í fremstu víglínu okkar KA-manna, sem er gaman að sjá. Archie. Völsungarnir eru einnig með breytt lið. Við erum svona að reyna að kenna deila á þeim öllum. En við sjáum að Steingrímsson bróðir er kominn inn á framalega á miðinni, Ólafur Steingrímsson Bergmann. Þannig að þeir eru 3 Steingrímsson inn á núna, 2 í Völsungu og 1 í KA. Bjarki Baldvins áfram á miðinni meðan hana. Kemur langur bolti fram. Áki Freyþór í skallaði miðinu, hér kemur Daniel, Hrannar í miklu kapphlaupi inn að hægra megin. Fær langa sendingu, Hrannar nær þessum bolta, spurning hvað hann gerir, kemur með hann strax fyrir. Þannig vantaði KA-mann á nærstöngina. Kemur sendinginu upp. Archie brýtur. Aukaspyrna sem Völsungar eiga á miðjuvellinum. Það eru aðeins 2 leikmenn í KA-liðinu sem ætla að spila, pluss Aron Markmann sjálfsögðu. Það eru þeir Archie og Darko sem halda áfram. Já, og Bjarni nær alveg kominn inn á, já. Rúmlega hálfleik. Völsungar hafa skipt Markmann. Já. Halldór Árni heitir svo sem er kominn í markið. Langur bolti fram, Daniel skallar baráttunni Guðmund Óla. Guðmund Óli vinnur þennan og þeir halda honum vinna á Völsungarnir. Áki skemmtilega pressa undan í boltan, nú kemur markmaðurinn í útlaup. Áki með markmanninn í sér sem kemur í... Þetta var bara vel gert hjá Halldór Árna í markinu. Engin spurning. Völsungarnir hafa gert alveg 4-5 skiptingar á leik. Já. Ef ekki fleiri bara. Fiktu lítið í öftustu línu kannski? Nei, þeir skipti alveg 2 með 3 þar. Já, með markmannum svo auðvitað líka. Já, Gunni Siggi fór út af miðvörnum og Sissi líka út af vinstri-bakvörnum. Já. Bjarki skallar hana frá, Bjarki Viðarsson myndar skotfóttinni. Þetta er að binda Bjarni Alstinnsson sem leitar sér að pláss til að snúa og setur skemmtilega hælsendinguna á Archie. Halldór í útlaup, gerir vel.
Smá lengi á fæti, spurning hvort hann fengi eitthvað smá hnjask. Já, það er rétt. Þóroddur stoppa leikinn sem er hárrétt í stöðunni. Archie var hérna nálægt í að komast í boltann og kom honum í markið. Þetta er ekki gamall drengur hérna í markmannsstöðunni. Nei. En reynslu mikil þó. Já. Ég held, fer ekki rangt með það, var hann einn af 5 markmönnum sem spiluðu með þeim í fyrstdeildinni. Bjarni með henni öftust í línu. Fyrir Danna á miðjunni, Hafsteinsson. Daniel með sending út til vinstri á Ívar Örn, opna. Hann á Kristoffer Pál. Kristoffer reynir sendinguna fram á Bjarka, Bjarki komið aðeins og snemma. En nú er Áki sem er gríðarlega duglur í pressunni. En Halldór markmaður. Kemur frá, Danni vel gert hjá Daniel að vera á undan í hennar bolta, uppi hægra megin. Kemur sendinguna fyrir markið. Og þarna er beint á Kristoffer sem er bjóstrænleiki við að fá hann. Og náði þar alveg ekki fyrstu skot á markið. Hér kemur Guðmundur Óla mikið til siglingu, ákveðin hraði í leiknum núna. Boltinn inn fyrir og það er Archie á undan. Kemur aftur Aron í markinu. Aron fær pressu. Kemur hún með lobbarinn minn á Hrannar. Tekur vel við honum og Hrannar aftur á Bjarna. Bjarni og Daniel. Daniel með tíma. Aftur á Archie. Eftir smá grensla komst ég að því að hann tók ekki þátt í fyrstdeildarævintýrinu með Völsung. Góður að grensast, Pétur. Já, hann spilaði 2014 og 2016 í annardeildinni. Ólafur Aron með flotta sendingur á Hrannar. Hrannar með þó nokkur pláss hérna hægra megin. Reynir að taka þá, gengur illa. En kemur honum í leik á Bjarka. Bjarki með líka tíma, Káminn er að fá svona kannski meiri tíma en þeir eru vanir hérna inn á miðsvæðinu. Áki Sölvason með hann út til vinstra megin, leitar að Darko með hann, reynir að finna fyrirgjöfina. Hinn kemur hér og Völsungarnir komur sér frá. Bjarni Aðalsteinsson á undan í þennan bolta, vel gert hjá honum. En engin Káma til að taka við. Smá klafs, Hrannar, vel gert. Bjarki aftur Ólaf Aron. Og Aron, Archie og Ívar alla leið heim. Nú stilla Káminn upp á nýtt. Virkilega gaman að sjá Bjarka Þór aftur á vellinum. Já, ekki langt síðan hann fótbrotnaði í leik upp á Skaga í desember, ekki satt? Já, 10. desember ef við minnum rétt. Þannig að töluvör hraðu bati hjá Bjarka sem er mjög jákvætt, enda Bjarki verið svona frekar óöpum meiðsli gegnum tíðina. Já, þetta eru leiðileg meiðsli sem hafa plagað marga gámenn. Þetta brot. Ristar. Já, þarna Hrannar með lágan bolta yfir á Darko en Völsungarnir komast inn fyrir í þennan. Sendur tilbaka og ég held að Bassi hefur lent í þessu og Dóri. Og Gauti. Gauti lent í þessu, já, þegar hann var á okkar bókum. Archie á Bjarna. Bjarni á Daniel Hafsteins. Daniel út á Hrannar tilbaka á Bjarna. Hrannar Ólaf Aron og Ólafur nafnans hjá Völsungunum pressar. En Ólafur Aron kemur honum á Archie og Archie á Bjarna. Káminn leitar sér að plássi. Bjarni með sendingu inn fyrir á Daniel. Miklir máta Bjarni og Daniel. Daniel með fyrirgjöf en Völsungarnir á undan í hennan og kom honum í innkast sem gaf á. Bjarni og Daniel mynduðu fyrir 2 árum síðan ógnarsterkt miðjumannapar í 3. flokki KA. Sem eruðu Íslandsmeistarar. Já, nei, þeir töpuðu í úrslitum á móti Breiðablik, rétt. En B.O.C-liðið var Íslandsmeistari. Hrannar. Gaman að heyra Archie hérna stjórna vörninni. Archie með skiptinguna yfir á Darko, þessi er erfið. En Darko stekkur hærra, kemur með Kristoffer á Ívar Örn. Ívar Örn tilbaka á Archie. Archie og Ólaf Aron. Archie á Kristoffer Pál. Kristoffer Pál með Darko í hlaupinu, þetta er först sending inn fyrir. Darko nær þessu, nú þarf Káminn að fylla á boxið, Daniel kemur á nær. Kemur sendingin á fjær, hún aðeins og löng fyrir Hrannar. Það er vel tæklaður eftir að hann sendi fyrir. Já. Völsungur biður hann afsökunar á þessari óþarfa tæklingu eða óþarfi eða ekki, en ætlaði sér örugglega ekki að fara mikið í hann. Skemmtilega gert hjá Aroni og Hrannar og Bjarki þröngt hjá Káminn og Guðmundur Óli kemst inn í og Ólaf Bergmann. Ólafur. En Bjarki dugleg mikið vinsli í Bjarki hana. Nú þarf Aron að koma út úr markinu og spyrna frá.
Gerir það listilega með vinstri fæti. Já, skemmtilegt til Freyþór þarna til að skella boltan. Sett henni með bakkinu, en þarna stela KM boltanum að Bjarka Baldvin sem ósáttur við Þórodd. Bjarki með ónákomið sendingu en þetta ratar síðan á Kristoffer. Daniel með Hrannar með sér hægra megin. Daniel sækir bara beint að markinu. Bjarki og Darko. Darko leitar að fyrirgjöfinni, kemur með hægri. Daniel reyndi að framlengja en þessi fór aftur fyrir. Bjarki og Doddi hérna í skemmtunum samræðum. Já, Bjarni aðeins þessi skallaboltan, missir af honum og þetta er beint til lekkundur Archie. Archie heima á Aron í markinu. KM við þess að, hvað ég að segja, mér finnst þetta svona strax sjá öðruvísi, þetta er alveg glænýtt liðin á vellinum. En við erum að spila boltanum meira, að halda honum aðeins meira. Já, það eru ferskari lappir innan núna. Já. Það eru svona kvikkari fætur og meira tempo hjá okkur. Hrannar. Við höldum boltanum betur og tökum færri snertingar á það. Kapteinn Hrannar, hann er duglegur að biðja sína menn að halda boltanum. Ívar Örn meðan vinstri megin. Daniel, Hrannar kallar á hann hægra megin, þetta galopinn. Kemur skiptingin hjá Danna, hún er fín. Hrannar, eitt gegn einum. Reynir að taka hann á. Gerir það vel. Kemur hann sem það ekki alveg að ákveða hvað, jú, Áki á undan. Áki leitar upp í hornið, kemur fyrirgjöfin og þetta er fyrirgjöf aftur fyrir, jú, núna er það hotspinna. Áki er kannski svona vanar að vera sá sem er inn í tegnum að setja hann inn en ekki inn í. Já, mér sýnist hann vera nútið hægra megin í þessu kerfi og Danni fyrir miðju. Já. Það er mjög líklegt að þeir jafnvel getur verið fljótandi eins og þeir voru í fyrir hálfleiknum, Ásgeir og Elvar og Steinþór. Það var alveg kannski Ásgeir og Elvar. Sem skipta á milli sín hægri vægnum og miðinni. Rekna með því. Áki best geimdur inn í boxi. Já, Kristoffer Páll með hotspyrnuna. Hann er á nær og skalla frá. Það var Darko, hann myndar skotfótinn og hörkur skot sem fer. Þetta var fast. Já, þó nokkuð yfir markið samt. Fínasta tilraun. Bolti inn fyrir hjá Völsungunum, en það er enginn. Ívar Örn, Sveinþór Aron. Ég má taka fram að það er ótrúlega fjölmennt hérna í bóðunum með að við lítið öðruvístan æfingarleik. Já. Bjarni á Aron og Aron á Ívar. Ívar á Bjarka. Bjarki. Finnur Áka í lappir. Og Hrannar biður færi væntanlega aukaspyrnu þarna. Já. Bjarki með stuttan strax Ólafur Aron. Ólafur Aron yfir á Kristoffer Pál. Nú Kristoffer Pál komur hérna yfir svona hægra megin kannski. Hrannar með fyrirgjöf. Og Daniel með tíma í tegnum. En Völsungunum komst á milli. Freyþór gerir vel. Já. Daniel myndar skotfótinn aftur. Þarna á hann alveg að tafa það. Já, og það gerir bara Kristoffer í staðinn og það er máttlaust framhjá. Staðan 3-1 fyrir KA. Mörk KA skoruðu Almar Ormarsson, Baldvin Ólafsson sem er tilnefnd til Puskarsverðlauna fyrir það. Já, tilkynnt hér með. Elvar Árni Aðalsteinsson. Nú er Hrannar komin hérna alla leið aftur. Ekki minnka nú hlaupa getur á hægri vægnum hjá KA þó að Baldvin fyrir út þá var Hrannar komin á. En hérna vantar hins vegar, Völsungunum fá mikið tíma, kemur fyrirgjöfin, hún er flott, Aron í útlaup og grípur þennan, Aron eignar sér teginn, vel gert hjá honum. Archie. Ívar. Ívar yfir á Bjarna. Bjarni og Daniel sem fær mann, Guðmundur Óli stelur þessu hreimur að Danna. Gummi gegn Archie einn á móti einum. Ívar gemur í frábæra hjálp þarna. Guðmundur of lengi aðtapna sig. Hrannar aftur á Bjarna og Bjarni losaði hennar fram. Áki baráttunni hérna frammi. En Gauti Elísson er í næst Gauti Guðbjartsson ekki satt. Já. Ég er í næstu í vissuna.
Gauti Guðbjartsson, það er rétt hjá þér. Já, hann á Naskur ertu. bróðir, heitir Elís Guðbjartsson og Hrannar með sendinguna beint inn á miðjuna og nú kemur hann 1 gegn Ívari. Ívar tekur löppin í hennan og vinnur hann. Ívar með 2 slóku á völdinu hérna. Varnir. Frábæra varnir. Archie leitar að sendingunni, finnur enga. Ívar stuttur. Aftur á Archie sem fær pressu núna. Ólafur Aron og aftur á Bjarna. Káamenn að draga Völsunguna framar á völlinn. Nú koma Káamenn fjölmenni fram. Aron með sendingun út á Darko en Völsungar undan. Kristófer heldur þessum inn á. Já, aftur á Ívar. Ólafur Aron eins og flesti Káamenn orðið þekkja. Þekktu fyrir gríðarlega góða spyrnutækni. Getur bæði komið með langar sendingar og góð skot. Hér er flott sendingin hjá Bjarna á Áka. Ákir Hannar býr sér í hlaupið. Ákir ennþá með boltan. Ólafur Aron skiptir yfir til vinstra á Darko. Darko tekur vel við honum. Darko með nógan tíma til að gefa fyrir og þessi teiknaður á hausinu á einhverjum en hitt ekki. Hannar aftur fyrir. Það er ekki Káma. Nú er Aron, hann getur skotið. Sendir hann á Kristófer. Mjög skemmtilega gert Kristófer. En Halldór ver vel í markinu. Hornspyrna. Flestir hefðu nú kannski búist við skoti frá Ólafur Aron Péturssyni hana en hann bara kom með mjög skemmtilega sendingu í staðinn inn á Kristófer Pál. Já, þetta var skemmtileg sending þótt maður hefði viljað sjá Frima legglanum markið. Gríðarlega góður skotmaður. Gríðarlega góður. Kristófer Pál tekur hornspyrnuna hennar með líka. Hún kemur hér, hún er á fjarstöngina, þar býður Áki sem fær hann eiginlega bara í sig og Halldór markmaður grípur sér inn í og dundur honum fram. Þar er kapplaup boltan, Bjarki sendir hann aftur á Aron. Aron er fyrst aftur á Bjarka. Káamenn er að skila sér tilbaka hérna einn að einum. Bjarni, út á Hrannar sem er með Danna hérna með sér. Ólafur Aron og nú kemur hann á Daniel. Engin kom við hann hana, þannig að Völsungur getur eigin kast. Ólafur Bergmann. Hrannar, einkastið. Áki með töttsöndan fram hjá Guðmundi, missar hann langt frá sig eins og það. Danni vinnur hann tilbaka. Bjarki. Ólafur Aron. Setur hann langan á Darko. Kristó báðum að stutta en Kristó kemur í staðinn í hlaupið. Darko með tíma. Darko tilbaka og Ívar Örn. Kristófer Pál með fyrirgjöf inn að marki og það er Áki sem að ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað gerðist þarna. Hann lenti eins og það með bakið á boltanum. Hefur ekki verið sérstaklega þægilegt. Og þá er skipting á Völsungum og mér sýnist Áki þurfa alþýðningu. Spurði hvort megum þetta í endursýningu. Tæknin er stríð okkur. Tæknin er stríð okkur. En eins og með margt annað Pétur þá er því fyrirgefið sem tæknimanni fyrir það. Enda einstaklegt glæsimenni. Bjarki Baldursson kemur út á hjá Völsungum sem og Freyþór í vörðinni. Hérna erum við með þetta. Byrjum á dansbólunum hjá Dodda, Hjaltalín. Þau eru ævintýralega skemmtileg. Já. Þetta er skemmtilega að spila. Kristó með flotta fyrirgjöf og Áki hreinlega bara lendir hann harkalega. Tíminn fyrirgjöfin. Já, stígur ofan á boltan og lendir sín harkalega á rassinum en hann er í smá kælispreis meðferð hjá Helga Steinar út á þessa mundir. Ég er ekki frá því að Kristófer sé kominn bara aftur undir endamörkum og sendir hann út á Darko. Darko með nógan tíma, nú er spurning hvað hann getur teiknað. Nei, Völsungur komst fyrir, Kristófer reynir að snúa þá og Darko undan, vel gert sér Darko. Darko inn á miðju, leitar á skoti með hægri, nei, finnur Daniel lappir og Daniel á Kristófer. Kristófer Pál með skot, en þetta er yfir. Áki væntanlega klára að koma aftur inn á eitthvað. Mér sýnist að Völsungar hafi verið að gera breytingu að Ásgeir sem var inn á í fyrri hálfleik sé kominn aftur inn á.
Ólafur Aron með vinstri fótinn og þetta fer í Bjarka Þór Viðarsson og inn en Nei. Já, þetta telur. Við setjum spurning á hvernig við setjum þetta mark, Pétur. Skulum kíkja á þetta í endurspurningunni. Frimmi fær boltann, já, setjum þetta ekki að Bjarka. Jú. Stóðsendingu að Frimma þá. Já, samþykkt. 4-1. Bjarki Þór Viðarsson. En þetta var dæmt mark vegna þess að Völsungur sem snertan, segja þér hérna á línunni. Já. Það er nú miklu skemmtilega að setja þá Ólaf Aron. Þannig að við setjum þetta á Ólaf Aron. Já. Kemur fyrirgjöf frá Völurunum þetta. Först fyrirgjöf beint í lúkundar Aroni. Eða eins og þau myndu segja kollega mín í Englandi, safe hands of the keeper. Þú myndi segja það, já. Það er vel gert hjá dómarunum hana. Töluðu þau saman. Aron með skot upp í. Ég held að vera að fara að hrósa mér fyrir enskursleikturinn, Pétur. Nei. Nei. Ég var ekki tilbúinn textavélinni, þannig að ég get ekki hrósað yfir það. Fær hann á dönsku næst, Áki stígur hann það vel út og fær hann svona nýsið. Gríðarlega vinnu saman Áki þarna. Nú þarf hann að fylgja pressunum væntanlega alla leiðina markmanni. Þetta er press á Halldór í markinu. Halldór leikur sem er boltan. Og með sendingu sem Danni var gríðarlega nálægt að ná en náði ekki. En Danni hins vegar nær boltanum, gerir þetta mjög skemmtilega. Brot dæmt á Daniel. Hrannar kallaði þarna á Dodda væri brot. Þóroddur fylgdi bara hans skipunum en dæmdi það reyndar í hina áttina. Það var enda peist á í báðar áttir. Já, engin spurning. Mér fannst Danni vera meira með boltan. Já, engin spurning. Kemur sendingin fyrir hjá Völurunum. Darko kominn alveg aftur og brot dæmt á Völsung. Eddi kannski full fljótur upp flaggið hérna, það er bara maður leyfir þess að fara aftur fyrir. Já, en Eddi verður að flagga en Doddi á að leyfir þess að bara fara. Þetta er ekki góðu stað til að taka uppspyrnuna. Nei. En skor ekki þannig. Nei, ég stóri það saman það. Frekar kosið markspyrnuna. Aron spyrnir þessu upp. Langt fram völlinn og þar er Bjarki í skallaboltanum. Spurning á K á þennan. Sýnist að vera Halldór Mar sem er kominn á miðuna hjá Völurunum. Hann er þá ekki þingeyingur. Þetta er Þorpari. Darko með innkastið og grítur hann á landinu teg. Skall út Danni, Kristófer Páll. Skot er rétt fram hjá. Þetta var hörku skot. Fáum að endursýnt hérna. Komið innkastið og boltinn ber síðan á Danna sem leggur hann fyrir Kristófer og Kristófer nálægt í að setja þennan annars bara í skeitinn og inn en það var ekki svo. Halldór með markspyrnuna. Bjarki skallar boltan og flikkar hann aftur á Archie. Archie og Ólaf Aron. Ólaf Aron fær 2 í sig og finnur Archie aftur. Nú er tíminn fyrir Bjarka á miðunni, skemmtilega að spila á Káa. Nú koma Káa með 4-4 eða 5-4 í rauninni. Með þess að Hrannar galop fyrir þetta hægra megin. Kristófer Páll, spurning hvort hann sjáir Hrannar hérna yfir. Já, kemur sendingin en hún er hreinlega bara beint á Halldór. Ólaf Aron hins vegar gríðarlega dulur í pressunni. Finnur Kristófer. Kristófer inn á Áki leggur fyrir Danna. Danni leitar skotfæri. Finnur það ekki, heldur róar aðeins niður. Út á Ólaf Aron. Káa menn halda sóknina áfram, Káa búinn að vinna boltan gríðarlega oft á þessu svæði vallarins. Það er flott pressa hjá Káamönnum og Völurarnir með unga og óreynda leikmenn inn á. Það er að gera að setja góða pressa á það. Aron, Bjarni með töluverðan tíma. Bjarni er ennþá með hann hérna, miðvörðurinn, reynir fyrirgjöf, erfið sending kannski en Völsungandar skall þetta frá og hreinsa síðan fram völlinn. Og þar er Ívar Örd sem vinnur baráttum boltan en tapar hann jafn hraðan aftur og Völsungarnir senda hann beint á Kristófer. Kristófer út á Darko. Doddi
veifar því að leikurinn í halda Aron þáttur á örlítið brot að vera ræða Kristófer. Kristófer með erfið að senda eitthvað Aron. Aron reynir að gera það bestur aðstöðum, finnur Kristófer aftur og Bjarki fær hann. Bjarki yfir á Bjarna Alsinsson. Bjarni inn á Daniel, Daniel aftur á Bjarna. Bjarni hvort hann reynir aðra fyrirgjöf núna, hér kemur hún nær beint á hausinn á Bjarka. En langur skalli sem fer fram hjá. Sýnist mér. Bergur að koma aftur inn á. Já. Guðmundur Óli út. Fljótt á litið sín með Guðmundur Óli vera eini sem var eftir. Freyþór fór út af aðra sem Bjarka Baldvins, þannig að eins og Ásgeir kominn aftur inn á vinstri kantinn sem byrjaði leikinn. En Guðmundur Óli eini sem var búinn að spila allan leikinn. Já. Ólafur Bergmann í baráttunni við Bjarka. Bjarki við betur, Ólafur Aron síðan, Ásgeir. Ólafur Aron enn og aftur. Skallar hennan fyrir lappirnar hannar og Bjarni síðan með sendingu upp á félagið sín Áka. Kristóf fær hann í lappir. Darko biður að vinstra megin og hér Darko með mikið tíma og Danni síðan klára að fá hann líka. Darko gerir gegn einum mikið pláss, reynir að taka hann á, fer upp í hornið. Leitar að fyrirgjöfinni, hér kemur hún og hún góð. Og þetta Bjarki með annan skalla og þetta aftur framhjá. Það var vel gert hjá Darko og Bjarki gerir vel að koma sér í skallafæri, kemur út í teginn og sækir hann. Það var bara ekki kraft í hann og á markið. Kemur Halldór með spyrnuna. Það missa allir að þessu. Bjarki flikkar hún aftur á Hrannar. Hrannar á Ívar Örd sem hefur tíma. Ívar hafi pressu núna. Finnur Aron í markinu. Aron með erfiða sendingu á Ívar. En Ívar gerir þið vel. Ívar aftur á Aron. Aron aftur á Ívar. Ívar aftur á Aron. Aron beint út af. Það eru veðmál, hvað naðið mörgum? Það er ákveðin samning, sérsamning. Völsugöldin meðan Ólafur Bergmann, Daniel í honum. Bjarki góður að vera undan hana. Finnur síðan Bjarka í lappir. Ívar. Við þurfum að koma boltanum út úr pakkanum. Flottið á Darko. Skiptur minni yfir á Bjarna alldeins. Bjarki með Bjarni inn á Kristófer og Kristóf með flotta snertingu hann inn fyrir á Hrannar. Hrannar í Ásgeir í kapplaupi. Hrannar kemur inn á miðjuna, reynir að finna sendinguna á Daniel. Fær hann eins og aftur sjálfur. Það var Kristófer Páll sem rétt staður. Kemur fyrirgjöf. Beint á hausinn á Áka sem skallar hann. Reyndar í hendurnar á Halldóri. Flottur bolti fyrir. Já. Og fínt skalli á Áka en hann fastur en beint á Halldóri í markinu. Sýnist mér Ólafur Bergmann vera komin í stöðu bróður síns á miðjunni, aftastur á miðjunni. Koma niður á milli og sækja hann. Bergur fær hann. KM-menn pressa áfram svolítið hátt. Láta markmanninn sig að vera eða hvað. Kemur sendingi frá Halldóri. Bjarni skallaboltan vinnur hann, velgert til Bjarna. Kristófer á undan. Hrannar kemur í hlaupið. Bjarni á Hrannar en hann er misskilningur. Bjarni bjóst við honum í hlaupið og Hrannar ætlaði að fá hann í lappir. Langur bolti fram, Ólafur Bergmann tekur hann á kassan. Bjarki í pressuna á honum. Þá kemur Danni í pressuna og við höldum áfram að setja hátt uppi. Völsungandi leita leið út á vörninni. Það eru ekki margar en hér kemur ein reyndar. En Halldór. Vel gert hjá Völsungunum en Darko stígur fyrir hennan og Völsungandi þetta innkast. Kristján og Gauti í miðri. Það verður að anda mikið hérna. Bjarki gerir vel. Daniel. Sendingin aðeins og stutt á Áka. Á
Það verður að gaman að fara að sjá eitt mark. Bergur með sendingun inn fyrir Hrannar, skallar hann aftur á Aron, skemmtilega gert hjá Hrannari, treysti Aronu 100% fyrir þessum. Hrannar fær hann aftur. Aron þakkar traustið, leitar að Kristófer í lappir en sendingin ekki nú först. Bergur fær hann á miðjunni á Húsvíkingum. Kemur með sendingun inn fyrir og þetta er Darko í kapplaupi. Skallar hann frá, en það er Völsungur sem hirðir upp seinni boltann, kemur fyrir gjöf. Hún er aftur fyrir. Staðan 4-1 fyrir að sem var að koma að skjánum, 28 mínútur liðnar seinni hálfleik. Mörk KA í leiknum hafa skorað Elvar Árni Aðalsteinsson, Almar Ormarsson, Baldvin Ólafsson og Ólar Aron Pétursson. Þrátt fyrir að einhverjur myndi deila við okkur að Völsungar hefði skorað 2 sjálfsmörk en KA minnir sér aftur skotinn sem fór í Völsungun og inn. Við minnum áhorfendur á að því miður tókst okkar annars ágæða tæknimanni ekki að laga klukkuveisinni þannig að hún stoppar eftir mínútu. Við núllstillum hana. Hrannar með flotta fyrirgjöf og nú er Kristófer, hann ætlar að volley hann á markið og Halldór vel. Hér er Völsungur að spila í öfstu línu, Halldór þarf að hreinsa langa fram. Þar kemur Bjarki fyrir skallaboltann. Reynir að finna áká undan, en Völsungarnir berjast vel fyrir þessum. Kristján Gunnarsson kominn að í miðurinn. Leysir úr þessu. Slíkt séði boltann yfir á vinstri vænginn. Aukaspyrnan dæmd á Hrannar. Rúnar sem er kominn inn á vinstri kantinn. Nú sjáum við að klukkan okkar hefur stoppað, þannig að við núllstillum hann og byrjum að nýju. Þannig að það eru 15 mínútur eftir á leiknum. Fyrirgjöf, Ívar Örn Arnarsson skallar hann frá og það kemur fyrirgjöf, flott fyrirgjöf, Ásgeir í hörku færi en kemur honum ekki á rammann. Þeir eru Bjarki undir pressu og Völsungarnir sett hann hátt þarna en sett hann í innkast. Sé nú ekki alveg yfir en það gæti nú verið ófegur þarna ennþá í hægri bakverði. Já. Hvort hann hafi verið út að koma inn aftur eða... Það gæti nefnilega vel verið. Skýr skilaboð hjá Jóa varðandi búningana, nei varðandi hálfleikinn, hann hefur verið að hafa hann lengri. Já. Tekur menn út á og settur aftur inn á, vildi bara gefa þeim sitt akademíska korter. Langt innkast að Darko fram á AK. Gæti verið mótmæli hjá honum. Mótmanni sem enginn tók eftir. Já. Þannig að flautar Þóroddur á bakgrindingu sindir fyrir AK. Bergur. Boltinn eitthvað flækist fyrir honum. Kristófer í pressuna. Völsungarnir er að ná ágætist takt í sitt spil akkurat núna. Bjarki finnur hins Ólar Aron hérna á miðjunni, stela boltanum. Hrannar kemur hlaupi hægra megin, Bjarni fær hann í öfstu línu. Aftur á Archie. Archie missir Róland frá sér snúninum en reddar því á Ívar og aftur á Archie. Archie með enn eitt snúninginn og Ívar. Það var ágætlega leyst hjá Archie. Hrannar kallar á hann hérna hægra megin, fær hann. Halldór hins vegar mjög klókur í markinu, sá þetta fyrir og hirti þennan. Þarna viljum við sjá betri boltar, Hrannar var aðleitt. Já, kemur langur bolti fram frá Völurunum og hann er álíka jafn núna og komur hjá Kristófer rétt aðan. Í öftustu línu, hann er löngum búinn með sína 6 sekundur ef að vera með það að telja það. Já, þetta dómar sér lítið að telja það. Já, því miður oft. Því miður. Langur bolti frá Aroni. Bjarki fyrir skallaboltan sem Bergur vinnur, Bergur aðeins hærri. Ívar brýtur á Ólafi Bergmann sem að virðist þannig að fengi smá högg á læri kannski. Þetta verður vont á morgun. Það verður vont á morgun. Þú kallar á KA menn að bæti í síðustu 12-13 mínútur á leiknum. Bergur spyrnir, langan fram.
Og þeir flikka honum inn í teig, beint í hennar á Aroni í markinu hjá Káa. Aron kastar á Darko, dregið þess af Darko. Ívar og Archíður hann að mínum að til full miklu snúningum hann hjálpst í línu. Já. En þeir á sloppna hinga til. Hrannar kassar þennan niður. Flott skiptingarnir til vinstri á Darko. Darko kemur boltan fyrir, þetta flottur bolti. Gauti skallar hann í burtu. Rúnar Þór, missar langt frá sér. Bjarni gerir vel, Frimmi kominn með hann. Frimmi skoraði 2 æfingarleikja Káa í síðustu viku. Kittlar örugglega skottfótinn að fá að setja eitt hérna á móti Völurunum. Bjarki með sendinguna inn fyrir á Hrannar en hún ekki nógu góð. Káa menn að reyna kannski full erfiða hluti núna með hvað spilið virkaði verið hérna upphafi leiksins. Ánægður með að sjá Hrannar með fyrirlafandi, hann er talsveit rólegri með það, hann var nú láta einhver að heyra það fyrir þessar sendingar sem við erum búin að fá hérna. Já. En hann er meiri að peppa núna. Hrannar ber bandið vel. Gerir það nefnilega. Stíl við skóna. Bergur. Völsungandi er eiginlega hreinlega bara að stjórna þessu akkurat núna. Gauti með hann í öftustu línu. Bergur. Nú til hægri. Nú kemur Danni Árásson að nú koma Káa menn í pressuna 3. Það er ákip og nú þurfa Völsungarnir að koma honum frá. Gera það vel. Þessu. Skemmtilega gert hjá þeim. Skemmtilegt hjá Rúnari. Ólafur Bergmann fær Ólaf Aron í bakið. Snýr vel á hann, Bergur. Með vinstri, Kristoffer kemst á milli. Og Archie skallaði hennan frá. Þetta eru Völsungarnir að stakka með honum, það kemur fyrirgjöf. Það er Hrannar sem kemur nú frá, vel gert Hrannari. Bergur aftur næstur í hann. Nú er það Bjarni Aðarsteins. Finnur Hrannar út í hérna hægra megin. Hrannar og Áka, ég vil fara að Áka fara bara á hann. Já, Áki gerir það. Fær þessu annan í sig núna. Menn vildu hornið þarna. En Völsungarnir vildu eins og brota Áka, þannig að Dotti fór milli við og dæmdi Ég markinu. held að það hafi verið svolítið mikið svoleiðis bara. Er það ekki? Jú. Það má í æfingarleik. Já, já. Svona svo í handboltana þegar maður er að flauta fríkast og setur seinna flautu og dæmir bara markið þegar boltinn fyrir markið. Það má líka í æfingarleik það. Það má undar flest allt í handboltanum. Já. Nefnir dómari. Já. Bjarki vinnur þennan skallabolta. Gegn Berg, Archie. Bjarki finnur Archie vel hana. Já. Skalla hann beint til lappirnar á honum. Með öxlinni. Eftir á Aron. Aron á Bjarna. Lilli er búinn að hafa lítið að gera í leiknum. Já. Fær hann aftur. Archie, nú vill Hrannar fyrirliða menn hreyfi boltana hraðar. Hætti þessu slóri. Bjarni. Leitar að lausum manni, kemur með langan á félagi sinna Áka, bekkjabróðir. Áki. Hrannar kemur hlaup með honum úti, vill fá hann. Hrannar setur hann væntanlega fyrir í fyrsta. Hér kemur fyrirgefin, hún er góð. Hittan þurfa með hann að tala saman. Daniel tekur hann niður. Mundar skotfótinn með vinstri í Völsung. Og þeir losa hann frá. Hrannar hins vegar á undan. Bergur, mjög góður vinur Hrannars, kemur síðan í hann. Og nú er Hrannar að brjóta bróður sínum, ekki dæmt. Nú koma Völsungarnir 5 á móti 3. Kemur stúkunsending á Ásgeir og hann er bara hreinlega á undan Bjarna. Og klárar vel fram hjá Aroni og staðan er 4-2. Virkilega falleg sending og vel klárað hjá Ásgeiri. Engin spurning. Fáum í endursýningunni. Ég veit ekki hvort það hafi verið í rangstöðu, nei, ólíklega, þeir hefur nú verið með það. Hérna kemur sendingin. Það er lykt af þessu. Já, lykt af þessu, en spurning hvort að Archie spila rétt það, en þetta er vel klárað hjá Ásgeiri. Mjög vel klárað. 4-2. Það bil 8 mínútur eftir á leiknum, blús upp og tími með einhver er. Ef ég þekki sjálf mig rétt þá held ég að
Ásgeir hafi verið að æfa með öðrum flokki K.A. Allan fyrir áramót og eitthvað eftir áramót líka. Hann þekkir Lilla kannski eitthvað. Já. Veit hvar glufurnar eru. Þú kallar eftir marki en þetta er kannski ekki rétta markið. Nei, þetta var rétta markið í fyrirháleik. Já, þú hefði viljað sjá það hérna á markinu sem er umkringt nýjum auglýsingum frá Bílulegu Akureyrar. Já. Sem við sjáum glittaði aðeins hérna. Þannig með aukaspyrnuna, þetta er frábær bolti. Rangur. Archie er rangstæður en hann ákveðst að senda hann bara á Halldór Árna í markinu. Já, Halldór gat ekki annað en bara gripið þennan. Halldór með klóruleysa sendingu á markinu, Ólafur Aron undan. Held að þetta hefði rétt hjá Frimma, við áttum þennan bolta. En langur bolti fram, Bjarni vinnur Ólaf í skallabannum. Fyrir tæklingu. Rétt sparkað í hann hana, heyrist vel. Já. Dóttir ákveður að dæmi ekki neitt á þetta. Á kikki Berg og kemur að Kristófer. Og Kristófer 1 gegn 1 hérna. Leitar út fyrir í teginn, kemur fyrirgjöf eða vippu sem hann Halldór í markinu grípur. Hann er snöggum með henni leik á hægri bakvörðin. KM pressa vel, eða hvað? Já. Þetta er Aron Pétur sem fær skalla boltan hann og Danni inn fyrir á Bjarka og Bjarki skallar hann aftur á Danna. Óför komið tilbaka. Gerir þetta vel, kemur boltanum fram. Já, mjög vel gert hjá honum. Það er Ólafur Bergmann. Ég var fullfljótur að selja sig skemmtilega gert, Ólafur fá boltan aftur. Já, nú eru 4-3 húsingarnir en sendingin ekki nógu góð inn fyrir og Archie á undan í þennan. Archie setur hann fram á völlinn á Darko. Darko orðinn þreyttur sýnist mér. Ekki nógu duglegur að skila sér niður. En það er kannski mikið hlaupið líka sem svona wingback. Aron Péturs setur hann yfir á Kristófer og Hrannar kemur í overlappi hérna hægra megin við hann. Kristófer flækisleika fyrir honum boltinn. En kemur Hrannar, Hrannar tekur einn á, tekur annan á, mjög vel gert Hrannari. Nú skýtur hann bara, hættir í stönginu út af. Verður góður við Hrannar þarna, bara leiði honum að fara fram hjá sér. Já. Húsvíkingar eru Húsvíkingum bestir. Já, það er frægt spakmanli. Jepp. Archie með undarlega sendingu. Nú komum Völsungarnir 4-3. Vantar alveg hjálp tilbaka hjá K.A. Það eru fannir full framalega strákarnir. Hér kemur sendingin inn fyrir, Bjarni hins vegar stígur fyrir, gerir vel. En þessi berst aftur á Ásgeir. Ásgeir finnur Rúnar hérna vinstra megin sem kemur með fyrirgjöfuna. Hann er háfjárstungir og skalla fyrir markið aftur. Halldór Syngur í stönginni. setur hann í stöngin. Úr dauðafæri. Og Húsvíkingarnir halda boltanum, halda pressunum á K.A.-liðinu, kemur fyrirgjöfin. Og þarna mátti minnstum munna einhver Völsungur næði að koma. Sjáum hérna færið aftur fyrirgjöfin. Skalla fyrir Halldór Mar, tekur hann niður. Já, gerir mjög vel að stíga þarna. Bjarnar sýtir fyrir út. Þarna þekkjum við Hrannar, Já. lætur í sér heyra. Enda má það alveg. Völsungarnir eru með ómikið takk á leiknum eins og stað núna. Og eru komnir hérna einu sinni hættulega. Það er Aron. Það er það bil 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Bjarni og Hrannar aftur. Bjarni aftur á Aron. Völsungarnir líklegri eitthvað til að minnka munum frekar en að K.A. bæti við. Aron með langan bolta. Daniel skallar boltan, vinnur hann á Darko sem er hreinlega farin að spila hérna. Og mæntanlega Kristófer Rangstæður, já. Og hann hefur fengið hérna högg. Darko lent í samstuði. leikja 2.
ekki ófögur staðin upp, Darko leikur hann þá. Já, högg á ökla sýndist mér. Er Elvar Árni að hita upp eða er hann bara Þetta er svokölluð recovery endurheimt. sprellikallandi með því? Já, Mjög skemmtilegt, við erum hvort að Baldur myndtökumaður ná í það mynd þegar Elvar er hérna í. Köllum þetta active recovery. hann er athyglisjúkur með eindæmum. Þetta er Newcastle maður. Einn af fjölmörgum. Varaformaður í Newslow-klúbnum Akureyri. Formaður er Það er ekki búið að kjósa hann. ekki búið að kjósa, nei. Margir sem kom til greina. Vonandi í lagi með Darko. Spurning hvort að Túfa hendi einhverjum inn á. Síðustu mínútuna. Já, eða hvort að hann leyfi eða láti KM spila einu færri. Það er náttúrulega í þessum æfingaleikjum ótakmarkaðar skiptingar. Eða hvort að Darko hreinlega haldi áfram. Það eru fáir eftir á bekknum síns mér, Ásgeir og Elvar eru þarna, hinn eru farnir á húsi. Þeir vilja vera með á sigurmyndinni. Já, skil það vel, enda velun í boði. Ef að stigavörður nennir að telja stiginn. Hver er stigavörður? Það var Ásgeir og eftir að hann vann fyrsta mánuðinn þá hefur ekki verið valið síðan. Skiljanlega. Darko ætlar að klára leikinn. Nú hleypjar hann Darko inn á Doddi. Kemur Ívar sem skallar þennan, flikkar honum og þetta fyrir hendur Aroni sem betur fer. Nú flautar hann af og þetta er bara á slaginu. Engu bætt við, allt í góðu með það. Lokatölu 4-2 fyrir K.A. í leika sem K.A. spilaði nýtt leikkerfi. Ég var að pröfukeyra 4-3 eða 3-6-1 eða einhvers konar. Já, eða 5-2-3. Já. Mörk K.A. í dag skoruðu Elvar Árni Aðalsteinsson, Almar Ormarsson, Ólar Aron Pétursson og Baldvin Ólafsson sem er tilnefndur Puskasverðlauna fyrir markið. Vel gert. Við ætlum að þakka fyrir og segjum eins og áður í bili. Í bili.